Gróðureldar geta verið afar erfiðir viðureignar. Þegar vettvangur utan alfaraleiðar, umfang eldsins mikið, slökkvimiðlar af skornum skammti eða vegalengdin milli gróðurelda og næsta slökkvimiðils gerir slökkvistörf erfið eða ómöguleg, getur eins dýrmætt að njóta aðstoðar þyrlu við slökkvistörfin. Þyrlur Landhelgisgæslu Íslands geta með beinum eða óbeinum hætti tekið þátt í slökkvistörfum í gróðureldum, svo sem með beitingu slökkviskjólu, með flutningi á vatnstöngum og með flutningi á mannskap og búnaði. Þegar þyrla kölluð til slökkvistarfa mikilvægt að allir þeir sem koma til með að starfa í kringum þyrluna og með áhöfn hennar hafi fengið fræðslu öryggisatriði og umgengnisreglur við þyrlur. Í þessu myndbandi munum við kynnast getu og takmörkunum þyrla við slökkvistörf, fræðast öryggisatriði sem öllum ber að fara eftir þegar unnið með þyrlu og sjá hvernig þyrlur Landhelgisgæslunnar geta nýst slökkviliðum landsins með ýmsum hætti. Farið alltaf eftir fyrirmælum áhafnarinnar. Vegna hávaða og niðurstreymis frá vélinni fara samskipti áhafnar við samstarfsaðila jafnan fram með einföldum skýrum handabendingum. Nálgist ekki þyrluna fyrr en einhver úr áhöfn hefur gefið merki það með skýrum hætti. Þegar komið að eða farið frá vélinni skulu allir beygja sig þegar gengið undir spaðana. Ef fara þarf fram fyrir þyrluna, varist á túpur á nefi vélarinnar sem í augnhæð. Þegar verið að gangsetja eða stöðva mótora þyrlunar bannað að koma að eða fara frá þyrlunni. Ef flytja á mannskap og búnað á vettvang skulu slökkviliðsmenn koma sér inn í vél og raða sér og búnaði sínum vélina samkvæmt fyrirmælum og tryggja sig eins og öruggast verður fyrir flugið. Þegar barist við gróðurelda þar sem slökkvimiðlar af skornum skammti eða engir getur þyrla flutt vatn á vettvang í töngum. Notast við 1000 lítra plasttanka, þeir skulu vera óskemmdir, álgrindin utan þá heil og brettafæturnir að sama skapi óbrotnir og aðgengilegir. Áfyllingastaður tankana skal vera á opnu svæði sem leyfir óhindrað að- og brottflug þegar tankarnir sóttir og eins þegar þeim tómur skilað tilbaka. Raðið töngunum upp í einfalda röð fyrir áfyllingu. Gæti þess að undirlagið leyfið að stroffum sé komið undir tankana. Einungis skal notast við hýningabúnað sem kemur með þyrlunni. Notast við 6 metra langar hringstroffur. Þær skulu þrættar undir tankana á langhliðira og inn undir grindina á toppnum og í gegnum sjálfa sig. Stroffan skal þrætt sjálfa sig á gagnstæðu horni. Stroffurnar fara beint í krók á slinglínu vélarinnar. Þegar allt til reiðu gefið skýrt merki að tankurinn sé klár til hífingar og farið frá. Óheimilt að vera með mannskap eða búnað í brottflugstefnu þyrlunar þegar flogið með búnað í vörukrók þyrlunar. Mögulegt að taka 2 tanka saman þótt ofta sé flogið með einn í einu. Á vettvangi skal stjórnandi gefa skýrt merki hvar hann vill fá tankinn setta niður. Flugstjóri lækkar flugið og tekur leiðbeiningum frá flugvirkja hvernig tankurinn sveiflast til og hæðans yfir jörðu. Ekki nálgast tankinn fyrr en hann hefur verið örugglega settur niður. Losið þá stroffurnar úr króknum og gefið merki að krókurinn sé laus. Takið stroffur saman og gerið upp. Þegar sækja þarf tóma tanka til að fara með til áfyllingar 4 töngum raðað í hnapp og 1 stroffa dregin í gegnum innri horn á álgrindtankana og hún dregin í gegnum sjálfa sig. Þegar stroffum flogið aftur á áfyllingarstað skulu þær gerðar upp og 1 stroffa dregin í gegnum þær allar. Þyrlur Landhelgisgæslunnar geta með beinum hætti tekið þátt í slökkvistörfum. Það fer fram með svokölluð Bambi bucket eða slökkviskjólu sem getur borið allt að 2000 lítra vatni sem sótt í sjó, vötn eða straum minni ár. Frá því að slökkvistjóri óskar eftir aðstoð þyrlu Landhelgisgæslunnar við slökkvistörf að flugtaki má reikna með klukkustund þar sem gera þarf breytingar á vélinni sem ekki útbúin fyrir slík sérhæfð störf daglega. Fram þarf að koma greinargóð veðurlýsing og lýsing á aðstæðum á vettvangi og umfangi eldsins.
Staðkunnugir geta oftast gefið bestu leiðbeiningarnar á því hvar best fyrir þyrluna að sækja vatn í skjóluna, en hafa ber í huga að aðgengi þarf að vera gott og vatnið sem ræðir nægilega djúpt svo hægt sé að sekja skjólunni. Lent á vettvangi og slökkviskjólan undirbúin til notkunar. Stýrimaður vélarinnar alla jafna á jörðu niðri meðan á slökkvistörfum stendur og sinnir samskiptum milli stjórnanda aðgerða á jörðu niðri við áhöfn þyrlunnar. Líkt og við önnur slökkvistörf notast við annað hvort beina eða óbeina árás. Við fyllingu skjólunnar lækkar flugstjórinn flugið eftir leiðbeiningum flugvirkjans sem horfir beint niður á skjóluna. Í samvinnu þeirra skjólunni sökkt í vatnið og hún látin sökkva niður fyrir yfirborðið. Þegar hún hefur rétt sig af og þannig sig út, lyftir flugstjórinn þyrlunni rösklega upp og nær þar með hámarksfyllingu. Í samskiptum við stjórnendur slökkvistarfa á jörðu niðri ákveðið hvar sleppa eigi vatninu eftir áherslum og óskum hverju sinni. Flugmennirnir stilla flughæð og hraða áður en komið yfir eldinn og telja svo niður hvenær að sleppa eigi vatninu. Stjórn loka skjólunar stjórnað af flugvirkjanum sem opnar til að sleppa vatninu og lokar að því búnu fyrir næstu fyllingu. Með beinni árás átt við að þyrlan sleppi vatninu beint á eldinn, en með óbeinni árás átt við að vatninu sé sleppt fyrir framan gróðureldinn og settar sig upp varnarlínur með því að bleyta eldsmatinn. Misjafnt eftir aðstæðum hverju sinni hversu langan tíma þyrlan hefur á vettvangi, en það ræðst meðal annars af flugtíma að vettvangi, hversu langt þarf að sækja vatn, fjarlægð frá vettvangi næstu eldsneytisbirgðar þyrlunnar, auk fleiri þátta.